Velkomin í bókakjallarann. Ég með frábæran gest hérna sem ég ætla svoleiðis að spyrja spjörunum úr. En ég ætla að byrja á mínum frábæru kostnatum og gaman að segja frá því. Komið nýr kostandi, Bauhaus og vefverslunin farði í hana vegna þess að ég veit eiginlega ekki hvar ég á að enda þegar ég byrja að tala Bauhaus vegna þess að mér finnst alltaf eins og ég sé að komin í annan heim. Ég fer svona vikulega í bingavöruverslanir og Bauhaus svona eins og að fara í matvöruverslun í útlöndum. Alltaf eitthvað nýtt og eitthvað svona öðruvísi. En ég segi ykkur kannski betur frá því en kíkið síðan á jólabæklingið þeirra. Þar fær maður hellinga hugmyndum. Svo það Storytel og það saga hérna sem heitir Brostin jörð. Ég var að lesa hana, byrjaði að lesa hana í fyrradag, kláraði hana í gærkvöldi mjög seint og hún eiginlega bara mögnuð. Þetta svona klassísk skáldsaga sem gerist 1968 og þetta svona allt saman ástir og örlög og morð og ég veit ekki hvað, en svakalega falleg saga. Svo að því að það lögreglumaður sem gestur hjá mig, þá það Arnaldur Indriðason, sinni duftsins. Það allar bækur Arnaldar Erlend inni. Og svo eru hérna flottar glæpasögur sem að ég get sagt ykkur seinna frá. Svo þetta minn besti vinur í Kalda. 0% og Reykjavík Fótó sem búin að græja þetta allt hér hjá mér. Sigurður Árni Reynisson. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér. Þú með maður með geggjaða sögu. Já. Þú veist í lögreglunni mjög lengi, þú veist í sérsveit lögreglunar, svona ein af hetjunum. Síðan 2017 eftir dæmdur í héraðsdómi fyrir, og missir starfi í lögreglunni fyrir ofbeldi í gagnvart fanga og svo fer það að mennta þig í kennslu og sálfræði. Núna kennar í 7. bekk í Lágafeldsskóla. Ég ætla að fara yfir meira og minna allt þetta með þér en mér langar svo að byrja bara ofsalega einfaldri spurningu. Ef þú væri með 6 til 8 ára dreng eða stúlku sem ættu erfitt með lestur, hvaða aðferð myndirðu nota til að kenna þeim að lesa? Ef við erum að tala um þessi viðmið sem við erum að miða við hérna í lestrarhraða og öðru slíku, þá myndi ég þetta bara sjá hvað hann var í staddur á þeim tíma og hérna síðan myndi ég reyna að greina hvað það sem að veldur því að hann getur ekki lesið, hann erfitt með stafina eða getur hann ekki borið 2 stafi saman eða eitthvað slíkt. Og ég myndi byrja þarna ef þetta væri bara hreinlega of erfiðu texti fyrir hann, þá myndi ég í rauninni bara búa til nýjan texta fyrir hann. Hvernig þá? Já, ég myndi bara fá að vita hvað hann hefði gaman af, eða það væri gubbar eða hjól eða eitthvað slíkt. Og þá myndi ég bara setja þann texta upp í gervigreindana til dæmis og hafa þá, ef hann á í erfiðleikum með samsetningu stafa, að setja eitthvað 2 stafi saman eða eitthvað slíkt, eitthvað sem að ruglast þar, þá myndi ég reyna að vinna textan þannig. Þannig að þú myndir í rauninni bara að miða þetta út frá hverjum einstaklingi fyrir sig, áhuga viðkomandi á einhverju, hvort sem það verið fótbolti eða reiðhjól eða dúkkur eða ballett. Og ertu þá að reyna að draga þau gegnum áhugan en ekki í gegnum svona þessar hefðbundnu námsbækur sem búið að ákveða? Þetta fer rosalega mikið eftir bara hreinlega hvað hann staddur. Hann búin að missa alltaf trú á sér, ég get ekki lesið og eitthvað svona, og þá myndi ég farið það að reyna að hafa textan það auðveldan að ég geti hrósa hann með hvert eina skipti og ausið yfir hann hrósa eins og ég get til að reyna að byggja upp trúna hans á eigin getu. Leið og hann farin að upplifa það að hann geti lesið meira heldur en þá fer að kvikna svona þessi innri hvati í honum, sem að, þá vill hann sjálfur lesa. En höfum við bara tækifæri að ná þessu? Þú ert með 21 strák í bekk núna og maður upplifir svona eins og kennar að séu svolítið úrræðarleysir bæði vegna fjöldabarna í bekk og líka bara hvaður ólík að hægt að vera svona, svona sértækur í kennslunni? Ég þannig. Ég reyna að mæta bara hverjum að einn, bara það sem hann staddur, ég tek mér einhverja vikur í það, reyna bara að lesa viðkomandi, kynnist honum minni tíma, bý til þessar ákveðna reglur sem eru bara þessar föstu reglur sem að allir þurfa að fara eftir og geta aldrei brotið.
síðan innan þessa ramma skilju, þá fer ég að mæta hverjum og einum og fer svona þrýstaðins á hann, hvað get ég gengið langt á hann, þá til hann fer að setja með mörg, þú veist, þá maður annarkvort bara, þú veist, hann fer að gráta eða eitthvað svona bara sem að þú veist, og þá læri ég smátt og smátt inn á hann og eftir að ég er búin að svona kortleikja hvert og eitt barn, hvern og eitt strákana, að þá er ég auðvitað með tölur frá fyrri ári kannski, sem að segja mig það að, þú veist, að segjum kannski að drengur sem les 64 orð, þú veist, og á að viðmiðið 110 orð, að þá myndi ég bara ganga til hans og spyrja bara, ég myndi byrja á því, hvað hefur mest áhuga? Og þá segir hann kannski reiðhjól, þá bara bý ég til sko stíla sem eru kannski 110 orð, 118 orð, bý bara til svona stíl, þá ef það er reiðhjól, þá kannski hef ég textan fjölbreyttan, hvernig hann heldur utan það, hvað verk var að nota til að laga, hvernig hann á að smyrja keðjuna og bara eitthvað svona sem að með alls konar fjölbreyttum orðaforða. Og síðan hef ég svona 2 línur hérna neðst niðri þar sem að mamman eða pappin geta tekið upp sko og síma bæði það sem hann les og tíman sem hann nær. Þannig að þú veist, hann kannski nær að lesa 110 eða 18 orð á kannski 2 mínútum. Þetta náttúrulega kom ekki villuna fram, en þannig byggjum upp, sko, hann bara kemur til mín hlaupandi og segir, heyri Siggi, ég náði þessu bara eiginlega í fyrsta skipti. Og þarna græti hann kannski mest af því að hann lærði og man eftir einhverju, það var einhver upplifun að lesa í staðan fyrir að það var svona, hvað ég segja, þvingaður lestur. Já, bara þú veist, hann bara vissi það að hann var að fara að lesa reiðhjól og hafði bara strax áhuga á því sem hann var að fara að lesa versus það að hann er að lesa Dodda eða Kittaklaufa eða eitthvað svona sem á hann á í erfileikum með sko. Ég heyrði einhvern tímann að við erum ofta að tala bækur eru svo mikilvægur og lestur og við tengjum þetta alltaf við einmitt svona innbundna bækur og svo erum við auðvitað með eins og Storytel og svona það sem hægt að sækja sér lestur með öðrum hætti í tækjunum okkar. Og einhver komið þá kenningu að það væri sniðugt fyrir börn að hlusta kannski á einhvern kafla og síðan að lesa hann eftir það. Bara að þú væri að taka saman myndir, hlustuna og textan. Sko, getum við bara sem foreldrar og afar og ömmur farið einhverja svona leiðir bara sko, til að hjálpa börnunum í staðan fyrir að treysta einhver skóla? Alveg klálega, sko. En erum við nóg hugmyndarík og erum við bara er búið að segja okkur einhvern veginn að það sé bara eina aðferð og ekkert annað sem gildir? Ég sko, kannski mennta samfélagi gefur að svolítið út að það sé kannski bara ein aðferð sem virkar og debatið oft á tíðum sko, þessi aðferð virkar betur og þessi að rannsóknar hafa sýnt þetta og síðan reynt svona alhæfa yfir allt því að þetta bara aðferðin sem við ætlum að nota. Ég kannski, ég ekki alveg þar, skilur, þó ég skil út á hvað þetta gengur og allt það og þetta náttúrulega gengur þetta á suma en ég fyrir hans lengra sko. ég vil meina það sko, að þú verðir það mitt hlutverk veist, að finna þau tækja og tól sem ég hef til að reyna að hjálpa viðkomandi barni sko. En sko, nú ég eitthvað að tala menntun og það náttúrulega alveg rosalega mörg ár síðan ég var í skóla en segðu mig bara eins og með lestrarprófin í dag þetta, geta þau valið einhvern texta eða þetta bara einhver staðlaður óspennandi texti sem að þau eru að lesa? Það svoleiðis? Já, það svoleiðis. Af hverju? Ég meina, hver tilgangur með því að hafa óáhugaverðan texta í svona prófum? Ég rauninni get ekki svara því. Ég hins vegar, sko mér persónulega finnst þeir bara mjög erfiðir og leiðilegir en sko síðan kannski aðri kennar sem finnst eitthvað annað en ég held að sko við þurfum að bara uppfæra kennslugögnin og það sem við látum börn lesa því að sko ef að textin langur og leiðilegur að þá erum við ekki að ná út úr því sem að við erum að reyna sko. Ef við erum að lesa til dæmis eitthvað ákveði stroffi eða eitthvað svona eitthvað orð sem þú notar aldrei og við erum að reyna að þvinga það fram og þau viti hvað stroffi þýðir að þú veist, það bara gefur í augljóst, minnst það bara þú veist, mjög augljóst að þetta mun aldrei ganga upp sko. Það mun bara ekki gera það sko. En maður sko, því að við erum orðið svo læs á svo margt
bíómyndir og náttúrulega bækur og vefmiðla og samfélagsmiðla og rosalega mikið efni í gangi og við tölum síðan að einhver geti ekki lesið sér til gagns og við hvað það miðað þess að sko, ert þú með einhverja svona að lesa sér til gagns hvað þetta gagn og hvers konar efni það ekki, eins og ég skilja allavega þá það þannig að þú getur lesið ákveðin texta og skili innihald textans þannig að þegar þú ert að lesa spurningu fyrir prófið eitthvað slíkt að þá skiljur hvað verið að spyrja þau það að geta lesið þetta en hvað með orðalag spurningarinnar eða gögnin sem eru fyrir fram að þig er það ekkert skoðað að því að mér finnst þetta svo barnið sé alltaf dæmt að því að það sé gagnslaust ef það skilur ekki gögnin sem eru sett fram er þetta bara þannig eða sko, segjum kannski þú sett að bera fram eitthvað starffræðiteksta sem að inniheldur kannski orðin svo summa eða mismunur eða margfeldi eða eitthvað slíkt og síðan ertu kannski með kennslu sem þú ert alltaf að tala herðu við plúsum hérna og síðan mínusum við hérna og síðan setjum við margfeldum hérna en á prófunum þú þá að vera aðdóa hvort þú skiljir í raun og orðið summa, margveldi eða mismunur. Þannig að þú veist og þetta svona í einföldustu myndi. Já, þetta svona en sko að því mér finnst bara einhvern veginn við erum ekki kannski nægilega góð til að útskýra allar þessar fyrirsagnir. Ef maður sér fyrirsagnir ungt fólk og að það eru eiginlega margar skelfilegar. Það eins og sko öll börn undir 18 ára aldri séu sko bara óalandi, óferjandi og meira og minna glæpahyski gangandi með hnífa og kunni ekki að lesa. Þetta verður eitthvað svona Oliver Twist stemning yfir þessu. Ok, gefðu mér þína mynd af ungu fólk í dag. Rímar hún við þessar fyrirsagnir sem við sjáum? Nei, sko, fjölmiðlar náttúrulega rífa fram þessa neikvæðu ímynd sem en það samt eitthvað fullorðið fólk og einhverjir fræðimenn sem halda þessu fram í fjölmiðlum þannig að þeir vitna í einhverja rannsóknir en þú veist sko, rannsóknir sína oft og tíðum sko, finnst mér finnst ekki koma nóg mikið fram þú veist hvað til dæmis áhrifastærð rannsókna hvað mörg börn og síðan ætla þetta yfir allt tíð mér finnst það ómikil einföldun sko, og hérna og síðan ef rannsókn segir okkur það að hérna, öll stúlkubörn 12 ára eða 40% stúlkubörn hugsa að drepa sjálfan sig eða eitthvað slíkt sko. Sem eru svakalega tölur sem er, og þú veist að komið þetta skilur fram í fjölmiðlum og þá auðvitað bara hinn almenni borgar hann upplifir bara, það alltaf farið í fjandi sko. En í rauninni þetta ekki þannig sko. En hvað vantar í þá upplýsingarna sem við fáum? Já, það bara til dæmis að leita í rauninni, koma í áhorf í skólastofun og tala við krakkana í skólastofunni sjálfur sko. En svo maður sé stundum í sjónvarpinu að vera að spyrja ef þú eitthvað mann ætlaði að drepa þig það er bara já. Og hefur eitthvað mann gengið eitthvað mann á þig, skorið eitthvað svona bara já þú veist, ef þetta það sem við erum að fá frá krökkunum, að þá auðvitað verðum við að fara að taka það alvarlega en að vera alhæfa skilur að allir skólarnir séu einhver tímabundi tilfinning tekin í eitthvað samhengi og rúa saman í 40% og svo því bara skellt fram að þetta var bara eitthvað moment sem kom upp einhver tíman á lífsleiðinni þannig að þetta bara heiðarlegt svar þetta svo neikvætt sko en þannig að við ættum að efast allavega fullyrðingar í svona rannsóknum en við sjáum það hver rannsóknarfætur annari að sýna okkur eitthvað sem að sýnir okkur eitthvað síðan slæmt eða neikvætt og þetta bara haugur af fræðafólki sem að vinna með einhver gögn en mér finnst einhvern veginn enginn kom með sko lausn síðan hvernig ætlum við þá að vinna úr þessum rannsóknum ef þær eru svona alvarlegar það finnur þú fyrir því að það sé mikið að lausnum í gangi? Nei. Og hvar ættu þeir að liggja? Sko, við erum alveg rosalega gjörn á það að reyna að finna einhverja stimpla. Þú veist, þú ert með ADHD, þú ert lesblindur, þú ert með málþroskuröskun og allt þetta, sem er gott og allt það. En sko, við erum búin að koma með svo marga stimpla á börnin okkar að eiginlega stimpillin orðin það sem við erum að leita eftir sko. Þú veist, þú kemur baddi mín í foreldraviðtal og segir, hann er með ADHD
og ég bara hvað vil það ég gerir sko. Já. Þannig að þau vilja að þú lægir kennsluna að sjúkdómnum en kannski ekki einstaklingnum eða já, þú veist ADHD ef við tökum ADHD að sko, þá ertu náttúrulega kannski með 10 stráka og allir með ADHD en allir eru alveg snar skiljur, þú veist þeir eru enginn að mér eins Nei. þannig að þú veist, það að ég viti að hann sem ADHD segir mér ekki neitt sko. Nei. Þannig að þú veist, það vantar sko einhver svona hagnýtan lausnir fyrir, þú veist, hann með ADHD sem lýsir sér í því að hann upplýði kvíða með einhver aðstæður eða eitthvað slíkt, að fá svona upplýsingar svo rosalega dýrmætt fyrir okkur því að við getum nýtt þetta inn í kennsluna sko. Fylgir þetta ekki greiningun? Nei, til dæmis að þú geti fengið þá upplýsingar og hann var að koma greiningu og þeir sem að greindan mæla með að svona sé komið fram með hann eða honum sé hjálpa með þessum hætti eða eitthvað slíkt? Nei, það mjög sjaldan sem það gerir sko. Yfirleitt þetta borið fram sem einhvers konar, hann með ADHD, hann þarf að fá okkur að spes, hann þarf að, þú veist, það þarf að taka tillit til hans að hann fóði spes. Sko, ég með ADHD og þú veist, ég fekk þegar ég var greindur, þá fekk ég einhver svona hagnýtan lausn hvað þú að gera. Þú ert með ADHD sýki og þú þarft að gera þetta til að, þú þarft að finna þetta allt sjálfur. Skilur, og það mitt hlutur sem kennari á þeim tíma eða? Já, ég meina, þú veist, ég það bara ef ég fæ barnið þitt til mín og þú segir, heyrðu, hann með ADHD, hann með málþroskaraskun og þetta eru bara allt hugtökum mér, sko, og það eina sem ég get búið honum upp á er bara það sem ég veit þetta, sko. Ég er engin sérfræðingur í ADHD, sko. Segð mér eitt, sko, ég upplifi stundum að umræða kennara og börn sé mikið á forsendum stjórnmálmanna og jafnvel einhverja fræðimenn sem ekki endilega alltaf í beinni svona nánd við bæði kennaran og börnin í skólanum að sé svona þetta sé ekki fólkið á gólfinu sem raunverulega að tala en af hverju eru kennarar svona feimnir bara við að koma fram og tala sína kennsluhætti sínar hugmyndir hvernig þeir eru að gera hlutina hvað það sem stoppar og gera það verkum að við erum bara að hlusta jafnvel á stjórnmálmenn rífast á alþingi hvað börnin okkur séu léleg oft Já, sko, það náttúrulega verið núna svolítið meira í fjölmiðlum núna sem verið að tala með þetta ofbeldi ekki að kennurum á annað stík sko verið að koma með það svolítið þetta fara að snúa svolítið að kennurunum og síðan hef ég sjálfur verið að skrifa greinar kennara og hvað mér finnst þetta. Ég veit ekki almennilega sko, af hverju það yfir höfuð, þú veist, kennarar séu feimnir eða hvort séu feimnir við að koma ykkur á framfæri eða hvort við höfum eitthvað plattform til að komast annað en það bara að tala við kennarasambandið og þeir vilja sem yfir óanægðu þar og þeir eigi síðan að tala sko við stjórnmálumennina eða hvernig sem það Já, en ég menna kennarasambandið aðalega bara í einhverju kjaradeilu og talar eiginlega ekkit annað finnst mér en að við þurfum að bera meiri virðingu fyrir kennurum og eitthvað slíkt en mér finnst ég ekkit fá neitt skilning á starfinu öðruvísi en bara að það allir svo vondir við kennara eða ósangjarnir og mér vantar þá til að koma bara af þessari leiftrandi ástríðu sem ég held að flestir séu nefnilega í kennslustund að fara að segja okkur aðeins meira taka pláss í umræðina þannig líka verða málsvarar þessara krakka sem við erum kannski að tala bara allt og illa er það möguleiki? Já ég held að bara hver og eitt kennari á að koma sér miklu meira fram bara skrifa, pistla skilur í skoðun, lýsa yfir hver er mín sín á kennslu og ég meina við þurfum að fara að uppfæra kennsluna hjá kennarastéttinni við þurfum bara að fara að uppfæra það og ég meina ef við tökum til með sem svo þú veist þegar koma þessu umræðum varandi síma í skólum það var verið að taka upp kennara og það var verið að búa til eitthvað í gervigreindinu og annað og síðan fara kennarar kvart yfir þessu í kennarasambandið og síðan fara einhverju einstaka skólar að segja bara heyrðu, við ætlum að banna síma og þú veist og það ekkert allir, það bara einhverjir nokkurir og síðan sko höfum við sambandið kennarasambandið fyrir að beina þessu upp í ráðuneyti og síðan allt innu komið í hlutverk ráðherra að segja bara heyrðu, við ætlum bara að banna alla síma í skólanum og ég ekkert sammála því sko
en þú veist, það svo kennari sig að bíða eftir þessu, þú veist, þá alltaf einhvern veginn að bíða eftir að ráðamennir Við erum að setja valdið í hendur á stjórnmálamönnum í staðin fyrir að stíga upp og segja staðin fyrir að bara horfa á okkur sjálf Já, og ég vil að leyfa skólanum þá að taka ákvörðin þannig að það innan einhvers hóps sem segir við skulum leyfa það síma, við skulum nota það með þessum hætti eða að það sé einhver reglur gagvart þeim hópi heldur en svona að því að vandinn það lagast engi vandi ef þú bannar eitthvað sjaldnast en ég veist sko áhugavert með þig að því að ég skautaði nú aðeins yfir hérna ferilinn og þú sagðist vera með ADHD en þú varst líka með tvöfaldar lesblindu og þá spyr maður sko þú sem barn, manstu vel eftir þér sem barni sem að hjálpa þig núna í kennslunni í dag? Já, ég náttúrulega átti mjög erfitt uppdráttur í skóla og fór frekar illa út úr skólakerfinu og var svona þessi óþekktar angi og auðvitað náttúrulega birtist þessi hegðunarörlukar í þessum námsörlukar sem ég var að stríða við og hérna og ég sko síðan tekið auðvitað þessa reynslu mína sem sagt að hérna og fæ ykkur aðra sýn á skólakerfið og síðan eignast ég börn og skólakerfið kemur ákveðið fram í skólabörnum þannig að ég að móta mína skoðun alltaf á skólakerfinu og hérna, ég held sko ef að ég væri ekki búin að vinna svona vel í sjálfum mér sko, að þá væri ég miklu neikvæðri heldur en ella í dag og hérna En þú fóst aldrei út af spórinu svona framan af lífsleiðinni? Já, ég fór í neyslu og hérna og flosnaði upp úr skóla og hérna og við tók bara í rauninni bara helvíti á jörðu sko í ykkur ár og hérna Hvað var það gamall þegar þú hættir síðan að drekka brennivín og nota eitur? Heyrðu, já, ég var 23 ára þegar ég fyrir meðferð. Já, svo ungur þó. Ég var 23 ára og hérna, það í desember 94 sem ég fer og hérna... Var þetta eitthvað sem hafði aðdragandan að þú vildir þetta eða var þetta einhver sem að setti stólu fyrir dyrnar og sagði bara... Nei, þetta var bara andlegt skipbrot, sko. Já. Þú veist, ég var bara... ungur og velfitt drengur sko sem að svona já, þú veist, var komið með konu og barn og hérna og náðu ekki að fungera í samfélaginu sko, það var einhvern veginn ekkert sem rímaði við það sem ég átti að gera, ég gat ekki tekið ábyrgð, ég gat ekki haldið vinnu og ýmislegt svona annað, þannig að þetta bara svona andlegt skipbrot sem kemur inn í það bara, heyrðu, ég ætla bara að fara inn í meðferð og líka það bara að þú kannski finnur allt í einu ábyrðina að vera með manneski sem þú berð ábyrð á sem að breytir oft hausnum á manni en hvernig kemur til að þú fer síðan lögregla? Sko, það hafði alltaf verið sko draumur að verða lögreglumaður einhverju hluta vegna sko en þú veist af því að ég fór á hinabrautina skilurðu? Er þetta alltaf annarkvort eða? Já, þetta svolítið svona þunn lína við sko, veist, og ég var hérna heima þar sem ég bjóð þá var ég hérna svona í innbrotum og ýmislegu sem að var henni trítað sem bara prakkarastrík og hérna en sko í dag var þetta bara ábrotafyrill sko, í rauninni og smá glæpi það væri svolítið þannig smá glæpa maður þannig að já, ég sem sé bara hvað var ég áttur að segja? Nei, ég var að segja bara að hvernig hérna þú tókst ákvörðun að fara í lögregluna Já. Þú veist, hvora leiðin að þú valdir og valdir Já, ég starfaði þá sem fastnaðsali og síðan fekk ég ógja fastnaðsali ég ákvað að taka mig bara frí heilt sumar bara algjörlega búin og hérna og það komið hérna vinur og vandamenn og ég hérna einhverju krísu og hérna og það var að vera svona að kasta upp skiljur eitthvað brainstorm hvað ég geti fara að gera og einhvers sagði, ákveður fer ekki bara í lögguna Hérna, var það svona bara auðvelt? Nei, það var, þú veist, ég hef aldrei eftir að geta farið í lögguna, sko, ég meina bara ferilli minn og þú veist, og ég var búin að gista í fangageislu og svo hún er alveg þekkti þetta vel, sko, og hérna, og ég hugsaði, en síðan verður úr því að hérna, félagi minn, Kalli Valls, hann hringir í mig og segir, ég frétti það að þú værir eitthvað í kvíldnum og mér vantar fangavörð, getur þú aðstofa mig? Og ég sagði bara, ok, ég pröfa þetta bara. Clever En hann þekkti líka, sko, sem lögreglumaður og líka að þú hafði nú kannski ekkert verið besti vinnur lögregluna fram að því. Já, ég held hann hafa nú alveg þekkt hver ég var, sko. Og hérna,
en ég fer alltaf inn í og þá fer ég svona að hugsa Kalli, þú veist, ég með þennan feril einhver möguleiki að þú veist og hann segir bara við mig, við skulum bara kanna þetta, farið bara og náði í ferilinn og við skulum bara fara yfir þetta og síðan bara verður úr að ég sækjum og bara tek, þú veist, og fyrir fram á valnefndina og það bara farið í gegnum þetta ferilinn og síðan Og ferði í lögregluskólann? Ég fer í lögregluskólann, gamla. Og það 2 ára? Nei, þá var það 1 ár. Það var 1 ár, já. Það var áður en það var það háskólanámi. Já. Og svo bara hefst ferillinn í lögreglunni og það svona þessi tröppugangur og alveg upp í sérsveit. Fyrir þá sem ekki vita, þá skrifar við alveg magnaða pistla á Vísi og það er svo skrítið að þú byrjaðir að skrifa þá eða senda þá frá þér í júlí í sumar og síðan hefur ekkert stoppað þig. Það bara opnuðust einhverja gáttir. Altså hún tala tilfinningar, þú tala sko bara í rauninni að vanta sálræna stuðning fyrir svona framlínustjættir eins og lögreglu og heilbrigðisfólk og svo er þetta líka að tala menntun og ég hvet bara alla til að finna þig og lesa þessar greinar. En það að vera allt í einu komið með svona, hvað þú segja, kjarki núna til þess að segja okkur hinum hvað þarna bak við tjöldin í öllu þessu. Var þetta ekki alltaf töffa ákvörðun að skila frá sér fyrsta pistlinum og sko, það alltaf rífið þig upp á gátt. Já, þetta sko akkurát á því augnabliki þá var ég svona eins og óbyggilega margir aðrir, þú veist, var ég bara að lesa, fylgjast með fjölmiðlum og þetta var allt bara, þú veist, 50 drefnir í dag og það var allt svona neikvætt og engin svona málefnilega umfjöllun neitt og þú veist, það voru alltaf, manstu í gamla dag, það voru alltaf svona viðtöl, svona löng viðtöl og mannlýsingar yfir, mér fannst alltaf svo gaman að lesa það, sko. Þannig að ég hugsaði bara, þú veist, það var líka, ég var eitthvað að spá í útlendingamálin og og ég var svo fram og tilbaka skilur hvort ég var í, þú veist, hvað með fyndist útlendingamálin. Já, hvort þetta herðareglur eða ekki. Eins og við erum öll einhvern veginn, við bara, Þannig að ég hugsaði bara, ok, ég skrifa bara niður, kost og galla við þetta allt saman. Og síðan þegar ég að skrifa þetta, þá man ég eftir þessum draum með Gunnar í Krossinum. Sem að ég upplifði og var einn af mínum stæðistu óttum að hitta Gunnar í Krossinum einhverju hluta vegna, ég þekkti mann ekki neitt sko. Ég hélt bara að ef hann myndi taka hendur á mér þá yrði ég bara eins og Jesú hoppandi í hálfviti bara upp á sviði og myndi bara vera einhverju tjanti þar og bara, ég veit ekki af hverju þetta var svona Hann hafði þessa ímynd bara Já og ég fór og síðan bara og samkom í Krossinum og hann var fyrsti maður sem tók á móti mér og tók í hendir á mér og þetta var bara hlýjasta handaband sem ég fundið og var hann í einhver tíma og síðan bara út og það var óttinn farin sko. Í alvöru? Og þurfti ekkert meira? Já, þannig að ég upplifði sko, útlendingamálum svolítið sama hátt sko. Ég hræddist það óþekkta sko. Ég bara vissi ekki nógu mikið málið sko. Þú veist, ég vildi ekki að Pólverjarnir færu en þú veist, ég vildi kannski að Venezuela færi. Já, og svona flokkaði þetta eftir þjóðunum. Já, svona hópar og ég hugsaði bara þú veist, ég er ekki alveg þú veist, ég verða að kynna mér þetta betur til að þú veist, þetta er bæði fordóma sem blandast inn í þetta og allt annað sko. Þannig að þú deila meira að tala sko nálgust að einhverjum kærleik og tökur síðan mat bara út frá reglunum samfélagsins kannski vantar bara handabandi við þú veist, Araban sem ég vildi að færi skilur og ég vildi bara kynnast honum skilur að þá myndi ég kannski þú veist, maður að vera hrætt við það óþekkta það var svo og þú veist, mér finnst það einhvern veginn vera svo mikið bak við honum sem ég talaði við sko, þá voru allir hendum sem Arabamót bara en Pólverjarna, leifum þeim að vera þeir eru duglegir. En þetta einhver sko lenska að og kannski bara í þessum heimi þar sem að allt að fyllast af upplýsingum að eina leiðin til þess að ná árangri með einhverju stjórnmálaskoðanir að vera bara annarkot á þessum í öðru eða þessum og auðvitað við fjölmiðla sakast og látum við vita að ég búin að vera í þeim í tæp 30 ár að það áhugaverðar að vera með svona meira edgy fullyrðingar og fyrirsagnir heldur en eitthvað svona máttlust. Þannig ég reyna að hafa þennan þátt ekkert rosalega þetta er ekki smellubeita þáttur. Nei. En það sem ég sko langast að vita sko með að við tölum æskan hefur haft áhrif á
hvernig þú ert núna að kenna og vinna úr öllu en þetta moment þarna þegar þú ert í lögreglunni og ert síðan missir starfið og dæmdur fyrir að brjóta á fanga í þinn umsjón kannski bara, getur lýst aðeins bara hvað gerðist þetta kvöld sem þetta gerist sko, þetta er morgunni sem að félagi minn kallar í mig og sem hafi þá handtekið sem mann nóttina áður sem hafi þá lent í einhverjum áflögum hafi stungið mann og eitthvað fleira og lamið hann illa og hann fannst bara óþægilegt að vera einum inn í yfirherslu með þessum manni og treysti sér ekki og hringi bara í mig beðum að koma ég kem niður á lögreglustöð les skýrslurnar og kynni mig svolítið bara hvaða mann við erum að tala við og annað og síðan förum við bara í yfirheysluna og hún gengur frekar illa og hann er svona æstur og þannig að við förum bara með henni inn í klefa og af því þetta er svona alvarlegt mál og þá við farið fram á gæsluvarðhald og þá átti send beðinni inn í héraðsdóm og síðan bara hringi héraðsdóm við ætlum bara að vera með dómhaldið bara í þinghaldið í bara klukkan 3 man ekki hvort það var 3 eða 4 þennan dag og klukkan var bara kortir í 3 eða eitthvað líka sko. og félagi minn hann segir bara heyrðu Siggi, þú fer bara og nærði hann ég tek bílinn, ég kem með hann undir og þetta var svona þú veist og fyrstu mistöku sem ég gerði, það var að fara einn annan það er ekki samkvæmt reglum sko, þú veist þannig að því Siggi, þú ert sérsveitarmaður og þú hræðist ekki neitt og svona þessi ímynd sem að öryggi sem að þú hafðir sem að ímynd sem maður hafði á sér og ég fer og opna klefan hjá honum og það bara fyrsta sem að segja við mig alltaf að vera að setja mig í fangilsi helvítis aumingjörnir eitthvað og ég bara fæ þetta beint í andlitið og ég sé bara að hann er að mikill óróleiki í honum og ég finn svona bara þú veist, það kemur bara ótt í þú veist, ég var ekki alveg sama sko. Og við erum að labba fangaganginn og komum fyrir fram á varðstjóra og þú veist, yfirleitt er að þannig að varðstjórin, þú veist, ef það er eitthvað svona æsingu þá kemur varðstjórin fram og eitthvað svona en einhver hluta vegna þá treysta hann sér ekki fram og síðan er ég eitthvað að reyna að ná stjórn á aðstæðum og síðan þegar ég næ honum loksins í játnin þá bara snögg reiðist ég svona sko. bara hvað djöfullin ert að gera sko, veist, hvað þetta rífa kjaft í mig og eitthvað svona bara verður svona funar eitthvað upp í já tek hann sko, tek svona í hálsmálunum og sný hann einhvern veginn svona niður í gólfið og set nefn fyrir ofan og segja bara verður ekki svo maður að rota í þig og drega hann síðan eitthvað eftir gólfinu og síðan bara fer ég með hann inn í lyftu og síðan bara út í bíl og síðan er hann bara förum við með hann í héraðsdóm og hann fær þar sendur upp á Litlu Hraun og við keyrum hann og þangað bara þetta er svona basically it sko. En kemur síðan kæra frá honum sem að leiði til sem sagt að þetta fer fyrir dóm og hann vil meina að þú hafi beitt sig ofbeldi sem að þú svo sem viðurkennir að þú hafi gengið allt og langt en svo á þetta sér sko langt ferli vegna þess að þú dæmdur í 60 daga fangilsi og einhverju segt síðan mildar landsréttur og síðan er máli fellt niður hvað, 8 árum seinna 2024 að vera með þetta mál missa vinnuna sem það var svona bara draumadjópið þitt vera í 8 ár með eitthvað svona á bakinu og fá síðan uppreisn æru að einhverju leyti eða öllu leyti hvernig tímabil hvað gerir svona tímabil við mann eins og þig? Sko, þetta gjörsamlega þetta náttúrulega bara kláraði lífið eins og ég þekkti það þá sko, sko. Þarna var ég náttúrulega kannski búin að vera edrú í 20 eitthvað ár var hún svona að mér fannst svona fyrirmynd inn í samtökunum og bara við þetta að taka á svona á þessum manni og ég var svo vonsvikinn út í sjálfa mig og þetta svona að brotnaði bara öll sjálfsmyndi mín niður og ég átti erfitt með að fara á fundi og ég átti erfitt bara með að bara tala við fólk mamma, þú veist ábyggilega taugaáfall og kona þetta hefur verið áhrif á
eða mjög vond áhrif á þetta allir í kringu já, veist, en ég fekk rosan stuðning sko, allir vinir og allt svona, þetta var rosa mikill stuðningur og ég hef rosalega gott net á baku mig og allir svona tilbúnir og búnir til að hjálpa en sko sjálfstrausti ferða bara já, það allir þungi á baku allt það sem hún segir fyrr þú veist, þetta bara þú veist, ég bara hvarf inn í þessa skel sem ég hafði ég lokaði mig bara inni ég byrjaði nám hérna á þessum rannsóknartíma þegar það er hérna í dómskerfinu byrjaði í þessu sálfræðinámi og það var svona meira bara til að geta bara verið inni heima hjá mér og lært og hérna þannig að ég svona, já þetta hafði rosalega mikið lág ferða efast sjálfa þig bara og hvað þú kannt og hvað þú getur og líka hvernig hérna manneskið þú ert kannski og síðan þetta sko, veist sjálfsmyndi mér náttúrulega var rosalega mikið beygð á því hver ég var ég var Siggi Lögga allir þekktum Siggi Lögga og þegar þú búin að vera lögga svona lengi að þá ertu alltaf settur í þessa valdastöðu alveg sem að hvort þú ert í ammælum eða hvað veist, að það er alltaf, þú er alltaf að tala við þessum eitthvað svona vald sko. Og þú hefur fengið bara kvíðanhút síðan að mæta í sömu aðstæður og þú hafði mætt kannski bara keikur og stoltur áður já. Þú veist, ég myndi mín í löggunni og allt þetta, ég gat ekki konu á lögreglu sko. Ég gat ekki hitt lögreglu, ég skammaðist mér svo mikið sko. Skömmin var svo óbúslega mikil að ég svona bara lokaðist einhvern veginn inn í fangilsu hugans í bara 8 ár. Þú einhvern veginn losnar út úr þessu með því að fara bæði gegn námið og þú átt góða fjölskyldu og síðan sem kennari og einhvern veginn að nýta alla þessa reynslu þína núna að miðla 12 ára strákum sem bara dásanlegt og ég veit að þú myndir ekkit vilja fá alla þessa lífsreynslu í bakpókan svona fyrirfram en ert ekki samt þakklátur fyrir það núna þú veist, gefur þetta ekki tækifæri til að setja því í spor og vera kannski aðeins umburðarlyndari heldur en ég myndi segja sko, að ég væri allt annað maður en þegar var allt annað sko. Það er eins og segir umburðarlyndi, þolinmæði skilningur og sjálfum með bara sjálfslærdómurinn og sjálfsmyndin sko. Það er eitthvað svo óbóðslega erfitt við það að standa bara nakin fyrir fram að spegil hver ertu? Þú ert ekki Siggi Lögga og þú ert ekki Siggi A-maður og það er bara búið að svifta öllu þessu sko. Og þú ert bara algjörlega berskjaldaður og ég tek bara þessa ákvörðun í gegnum þetta allt að það eina sem muni hjálpa mér er að vera bara algjörlega 100% heiðalur sem þýðir, þú veist, að ef þið líður illa þá verður bara að segja þið líður illa sko. Algjörlega berskjaldaður gráta bara þú ert að gráta og allt þetta sko. Og það er ekki fyrir rauninni fæ sko, þessa uppreist æru hérna að kallinn fer að brotna sko, skilin ég horfði þarna, hafið þið séð þættin hérna One Day þeir kom ekki upp í hugan nei, þú veist, svakaleg þetta og ég upplýði alveg svo mikinn sársöka að í fyrsta skipti sko, þegar nokkrum dögum eftir að dómur féll þá sat ég fyrir framan konuna mína og ég grúði bara svona andliti niður og grét af sársöka sko. Og þá er þetta bara einhver 8 ára af bara alls konar tilfinningum koma bara upp og hérna og síðan bara skilur þegar þú búin að gangi í einhvern veginn að sársöka fara hann að ná meira þá allt einu fellur þessi skilningur og þessi reynsla einhvern veginn make a sense sko. Af hverju var ég að lenda í þessu og þetta er svo mikil fullnaða sigur og við það bara þá rís ég upp aftur sko. Sem bara manneskjan Siggi skilur ekki titill engin titill bara Siggi það er ekkert fake eða neitt svolítið bara þannig að ef maður getur sko verið sáttur við sjálfan sig sem manneskjan án einhvers titils eða einhvers status sem að einhver hefur límt á mann að þá er það svona einhver toppur á tilveru já. Siggi, það voru ekki að vera með þér lofa mér einu halda áfram að skrifa en fáðu núna alla kennara með þér í að fara að ræða bara svona opið leiðir og lausnir og þið þurfið ekki að vera sammála þið bara ósammála en að segja okkur meira hvað þið kunnið og hvað þið þekkið gera það Takk fyrir Takk